Kæri söfnuður, við erum hér komin saman í dag til þess að kveðja Kristján Inga Þorkelsson, ljúfan mann sem var hlýr í samskiptum og gott að umgangast. Ég votta ykkur öllum samúð mína, en þó sérstaklega fjölskyldunni sem nú syrgir kæran ástvin. Megi orð frelsarans, ég er upprisan úr lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi, ver ykkur öllum huggun í sorginni. En við skulum hefja þessa stund með signing og bæn. Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Látum oss biðja. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Í Davíðssalmum standa þessi orð. Úr djúpinu ákalla ég þig drottinn, drottinn heyr þú raust mína. Lát eyru þín hlusta á grátbeiðni mína. Ef þú drottinn gæfir gætur að misgjörðum drottinn, hver gæti þá staðist? En hjá þér er fyrirgefning svo menn óttist þig. Ég vona á drottinn, sál mín vonar og hans orðs bið ég, því að hjá drottni er miskunn og hjá honum er gnægðlausnar. Þannig hljóðar er heilaga orð. Amen.
Svo ritar postulinn: enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni, og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skildi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Rísum á fætur og heyrum heilagt Guðspjall. Þá hvíldardagurinn var liðinn, giftu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmysl til að fara á smyrjan. Og mjög átlæginn fyrsta dag vikunar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnunum? En þegar að líta upp sjá þær að steininum hafi verið velt frá en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfin og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelfist eigi. Þér leitið að Jesú frá Nasaretinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þið lögðan.
star and the moon is the only light you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Náð sé með þér og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Við stöndum hér í dag í ljósi kærleika Guðs, í sorg og söknuði, en jafnframt í von. Í kristinni trú okkur gefið að treysta því að líf okkar sé ekki aðeins bundið þessu jarneska ferðalagi, heldur séum við öll í kærleiksríkri hönd Guðs, frá upphafi til enda og alla tíð. Þegar orð okkar þrýtur þá ber kærleikur Guðs okkur áfram. Stundum erfitt að finna orð þegar að kveðja á mann sem skildi eftir sig spor í hjörtum svo margra. Kristján Ingi var afbragðsmaður, maður sem snerti líf fólks með nærveru sinni, einlægni og ósvikinni vináttu. Kristján Ingi Þorkelsson fæddist 25. nóvember 1979. Foreldrar hans voru Lilja Hálfdánsdóttir og Þorkell Birgisson sem lést 24. júní 2006. Kristján átti hálfbróður, Jarfa Þorkelsson, og 2 alsystkini, Kolbrúnu Írisi Þorkelsdóttur og Davíð Örn Þorkelsson. Kolbrún á 2 börn, Lilju Kristínu og Guðmund Jóhannes, og héldu þau mikið upp á Kristján Inga frænda sinn. Kristján ólst upp í Bolungarvík, hann var fljótur að læra ganga og ef litið var af honum hljóp hann til ömmu sinnar, Helgu Svandísar Helgadóttur, sem honum þótti mjög vænt um. Hann bjó í Bolungarvík fram yfir tvítugt. Þaðan lá leiðin suður til Reykjavíkur, þar sem hann fór á sjó, síðan norður á Sauðárkrók og að lokum til Danmerkur, þar sem hann bjó síðustu 6 ár ævi sinnar. Eftir að Kristján lauk skólaskyldu í Bolungarvík starfaði hann við ýmis störf sem tengdust fiski. Hann tók lyftarapróf og síðar meirapróf og var 1 sumar rútubílstjóri. Það þótti honum skemmtilegt og honum leið vel á Sauðárkróki og átti þar góð ár. Kristján var gull af manni, stríðinn, fyndinn og umfram allt vinur vina sinna.
Hann átti auðvelt með að létta andrúmsloftið og minna okkur á að taka lífinu ekki allt of alvarlega. Hann átti til með að vera fljótfær, en náði samt alltaf að lenda á fótunum. Mótlætið braut hann ekki niður og hann átti það til að segja með sínum hætti: ég geri þetta núna og annað reddast síðar. Eftir hann fór á sjóinn kom vinnusemin upp í honum. Hann vann flesta daga oft langar vaktir og hvort sem var í fiskinum á Sauðárkróki eða síðar í Danmörku var hann samviskusamur og traustur. Í Danmörku fékk hann vinnu hjá Jysk í Uldum og var fljótt vel liðinn af öllum. Yfirmaður hann sagði að betri mann hefði hann aldrei unnið með. Og í Danmörku var Kristján mikið með Óðni Birgissyni, föðurbróður sínum. Kristján hlustaði mikið á tónlist, bæði pop og rock, spilaði tölvuleiki og hafði gaman af að keyra. Hann hjálpaði þeim sem hann gat hjálpað og fór aldrei hátt með það. Það fór ekki mikið fyrir Kristján Inga. Hann var ljúfur maður, hlýr í samskiptum og hugsaði sérstaklega vel um móður sína. Kristján var alltaf hann sjálfur, hreinskilinn og heiðarlegur. Hann bar virðingu fyrir fólki og skildi eftir sig hlý spor. Kristján lést 30. desember síðastliðinn, langt fyrir aldur fram. Og í dag kveðjum við þennan mæta mann. Við gerum það í trú og von með þakklæti fyrir lífið sem hann lifði. Við trúum því að Kristján hvíli nú í höndum Guðs þar sem engin sársauki nær til og kærleikurinn umlykur allt. Í þeirri vissu megum við leggja hann í Guðs faðm og treysta því að hann sé kominn heim. Minning hans lifir áfram í okkur og öllum sem að þekkt hann og í kærleika Guðs erum við öll tengd nú og að eilífu. Fjölskyldunni hafa borist kveðjur. Kveðja frá systkinunum Hafdísi, Jóni og Gunnari Atla, einnig frá föður þeirra Gunnari Þórðarsyni. Þau gátu því miður ekki mætt en hugsa heim á þessari erfiðu stundu. Innilega kveðju frá Jóel, Haldáni Ægi og Kristni Fannari og fjölskyldu. Minningum góðan dreng lifir. Við sendum hlýjar kveðju til ykkar elsku Lilja og fjölskylda. Hugur okkar hjá ykkur á þessum erfiða tíma. Kveðja Örnólfs börn og fjölskyldur. Sumir skilja eftir sig meiri ró og hlý en orð fá lýst. Hann var einn af þeim, góð sál og góður maður. Ég mun alltaf minnast hans með hlýju, hvíl í friði, takk fyrir allt, Sigga Lilja. Kær kveðja frá Sigurjóni, Ragnheiði og fjölskyldu á Akranesi, með kæri kveðju til fjölskyldu og vina. Kærar kveðju frá Kolbrúnu Írisi, systur hans og hennar manni, einnig frá Lilju Kristínu, unnusta hennar í Danmörku og Guðmundi Jóhannesi, við saknaði uppáhalds frænda síns mikið. Já, Jón Vignir, nonni frændi sem staddur í Tælandi, biður fyrir góða kveðju með þökk fyrir góða stundir. Innilegar samúðarkveðjur frá Rúnu og Valda sem erlendis. Innilegar kveðjur frá börnum Haddíar frænku, þeim Hálfdáni og Einari Eyjólfi í Bandaríkjunum og systur þeirra Elínu. Þau minnast Kristjáns sem einstaks gleðipinna á ættamótinni fyrra og biðja Guð að styrkja og styðja fjölskylduna á þessum erfiði tíma. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilagum anda, svo sem var í upphafi, og verða munum aldir alda. Amen.
Sofna heill mér álagnaður og hendur rósjan bjarga þín. Væri þú hjá mér vildi ég glaður vera þitt líf eftir mig. Eitt sinn verða allir menn eftir bjartan daginn kemur ég harma það samt ég verð að segja að sólari líður allt og góð. Við gætum sungið gengið gleymt okkur hjá rómarum rökkvar á við stjörnuna gengið saman Sumarið og sólin í sálu minni hefur grímað vörn. Í æsku letu í sólmyrkur og yfir sig vetrarkvöld. Í eitt sinn verða allir eftir bjartan daginn kemur nóg. Ég harma það en samt ég verð að segja sumarið líður allt og góð. Ég gái út gluggann minn og gangir túum hliðin. Mér alltaf sýnist þið sjáið þig, ég rýni út rifurnar. Ég reyndi að sé þig alls staðar, þá maður þig að væri hér og vísti mig. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð, heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augum mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum. Látum oss biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir vorar þegar við biðjum blessun til handa Kristjáni Inga Þorkelsinni, bróður vorum, sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þá sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma, uns við söfnust öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar
Felum mér í þeirri bæn sem Drottin hefur kennt oss og byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Kæri svefnuður, aðstandendur þakka samúð og vinarhug og bjóða til veitinga í safnaðarheimili Hólskirkju nú að athöfn.
Tökum viljan fyrir verkið. Ha, Við tökum viljan fyrir verkið, Já. eins og sagt. Nei, ég er að fara í aðra. Þetta er nú meira stuð.